Kvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 9 og nú erum við konum með á línuna Hafþór Júlíus Björnsson sem er út alla trissur þessa dagana og sennilega bara minnst á Íslandi, það er ekki bara rétt hjá mér Hafþór? Jú, heyrðu, það passar, maður er bara út allan heim bara að ferðast mikið og keppa mikið og sem bara flott. Já, það er nóg að snúast. Það er búið að mikið að gera núna í allt ár og verður núna út árið sko. Já. Var að koma heim frá Serbíu núna og er núna að fara út fljótlega til Englands. Þannig að bara heppni að við Sunnlendingarnir náðum á því núna? Já, má segja það. Það hitti vel á, ég kom heim bara í gær. Já. Og hvað hérna nú ert að keppa í það ekki tornamenti sem heitir Strongest Champions League eða ekki? Strongman Champions League. Þetta eru mótaraðir sem eru þeir halda mann ekki 16 mót á ári minni mig og hver stig eftir hvert mót bara hvar þú playsar og já, svo er svona, það er final og svo, já, þetta er svona, já. Keppt allt árið í kring og ég keppi mikið þessum mótum. Já. Og svo er ég líka nýlega var í Los Angeles að keppa á Stærsta heims. Endaði þar eins og flesti vita held í öðru sæti og ég klikkaði á titlunum. En það er að fara að koma, eða ekki? Jó, það er núna bara maður að halda það æfa bara og ég nota svona afganguna árun í bara svona að keppa og ferðast og fæði svona mikla reynslu og á því sko. Já. Og síðan keyri ég allt í gang í desember fyrir komandi næsta ár sko. Svo varstu líka að keppa það ekki í Battle of the North, eru það Norrlendingar? Já, það eru bara Norrlendingar sem keppa þar og það mót vann ég líka, það voru menn frá Norrlendingar sem kepptu og keppar vel og vann það líka og svo keppti líka daginn mótið sem heitir The Strongest Viking. Já. Það er veit líka menn frá Norrlöndum og það var aðeins sterkara mót. Já. En það var mjög líka, það var líka við stundið og svo var ég Ástralíu líka fyrir ekki það löngu síðan og það gekk líka vel og ég vann það mót líka. Já. Það var síðan núna í síðustu á Eurosport. Þannig að það er, allan að nóg að gera hjá þér í keppnum. Já, nóg að. Já. Og síðan eftir viku þá kem ég fram í Game of Thrones í skiptið í episode 7. Já. Og þú ert náttúrulega búin að vera á fullu í upptökum þar? Jú, fyrir þá var ég á fullu var í Dubrovnik, Króati í 3 vikur næstu í tökum. Já. En svo ég spyrir því, það er náttúrulega, áður þú byrjar að keppa og taka þetta að þér, þú byrjar í þessu eða ekki 2009? Jú, 2009 þá byrjaði ég að keppa og kristna mótið Vesturvíkinn 2009 sem ég byrjaði á. Og undan því þá varst í körfin alltaf eða ekki? Jú, ég var alltaf í körfinni og stefna var sett hátt þar og sem lendi ég bara erfið meðslum og sem voru að saman mikið og að slá aftur um mér og þannig að ég byrjaði að lyfta og dætt svona eitt sport bara svona Já. Og já. Já, og það er ekki allir sem að kveikja á perunni að þú varst náttúrulega lengi hérna á Suðurlandinu, hérna í Fjölbrautaskóla Suðurlands í akademíunni. Já, það passar. Ég var körfum var FSU, ég Brynjar Kjell var með okkur þar stráðina og ég var þar fyrsta árið sem akademían var sett upp. Já. Og það var helviti gaman gaman og svo mikil ægi og maður að standa fyrir fæðingum og skóla með helviti gaman Það er nú eitt tröll þarna, sem er alltaf að senda kroppamyndir af sér á Facebook, hann Árni Ragnarsson, hann ekkert búinn að reyna að fara í þig? Árni Ragnarsson? Já.
Ég tala svolítið við það, sko. Hann alltaf hress, sko. Hann verið góður vinur, sko. Ég hann alltaf fullir bara í körfuna þá og stendur sig bara sem hetja, sko. Svo sé honum. Já. En, kannski svona, að sleppir hérna með Suðurlandi, hvað það svona uppáhaldsmaturinn hérna? Var það pulsuvagnin eða? Og því tímabili ætlaði það ekki verið fínt að fara á hanga, sko. Maður var ekkert alltaf mikið að pæli mataræðinu á þessum yngri árum. Það var bara, maður bara hendi í sig því sem var í boði, sko. Það var ekki skil, það var bara eitthvað sög, sko. Maður fór eflaust einhvern veginn oft handað, sko. En hvað gerur eins og núna, hvað ert að éta mikið? Er ekki aðalatriði í þessu að þurfa að borða reglulega? Jú, það sko til að halda þyngd og svona, sko. Sé ekki að þú tekir náttúrulega vel þungur og æfir mikið og svona, þá er ég að borða mikið og góða mat helst, mjög góða mat. Og ég er að borða hátt í 8-10 skalur á dag fyrir eftir bara hvað ég æfist í. Og þetta er bara heil vinna, sko. Ég er að borða á 3 tíma fresti. Ef ég sleppi máltíð, þá fyrir ég bara lettast. Já. Og þú finnur strax fyrir því að þú missir bara ákveðin kraft þá eða? Já, ég finn bara, ég sé líka bara vittinni, sko. Ég er bara, ég er búin að vera í þessu nokkur ár, sko. Ég veit alveg hvað er að gera, sko. Ég veit alveg hvað ég har að borða mikið og þetta er bara fyrir ég bara vana, sko. Maður bara borðar bara, þetta er bara vinna maður, sko. Fyrir mér, sko. Maður borðaði bara vinna mín líka, sko. Já. Ég þarf að borða til þess að halda styrk og þyngd, sko. Þú ert búin að ná alveg ótrúnum árangri á stuttum tíma. Áttirðu vonaði þegar þú myndir byrja í þessu að ná svona langt, eða? Nei, vá maður, þegar ég byrjaði 2009, þá, var ég að horfa á þessa keppni sterksta heims aftur og horfa á allir þessa kalla og ég hugsaði bara, vá maður, ég geti verið svona sterkur maður og það var alltaf draumurinn, sko, að keppa á mótinu sterksta heims og ég ætla að segja aldrei vona þessu, sko, ekki svona fljótt, sko, menn ég keppti fyrst á sterksta heims 2011 og enda þá í 7. sæti, maður bara komst í final þá, sko, þetta er svona riðlar, sko, 5 riðlar og 2 sem komst upp úr hverju riðlar þá, ég komst hann í final, endaði í 7. sæti á þessum mínu fyrsta mótið sterksta heims og þetta var bara draumurinn, svo árið seinna þá endaði í 3. sæti, það var bara fílið, sko, eftir að geða þetta, sko. Og árið það endaði aftur í 3. og núna í ár endaði í öðru sæti. Það var í fyrra þá tók það smá úr mér út af því að það var svo brjála að gera, sko. Þá var ég líka í tökum hjá Game of Thrones og fyrst að tók vel til í mataræðinu og misti smá styrk á ákveðnum sviðum út af því að ég þurfti náttúrulega að skera maður sniður, sko. Og þá en ég tók þetta bara aðeins þetta verkefni að leika hann að Game of Thrones og ég sé ekki þetta því, sko. Það var bara aðeinslegt, sko. Nákvæmlega. Og og stefnan er það ekki að fara að koma með titilinn sterkasti maður heims aftur til Íslands? Jú, það er bara markmiðið, sko, og ég er ég ætla ekki einu sinni að koma og ég ætla það bara á næsta ári, það er bara ef maður meiðist ekki og helst heill og allt yngur eftir þá tel ég góða líka á því, sko. Já, nákvæmlega. En það er, svona í lokin áður en sleppir þá náttúrulega þarf að vera, þetta spilar inn í það ekki mjög mikill andlegu þáttur á svona styrki í þessum keppnum. Jú, og alltaf vera mjög sterkur andlega að þola sársaukann og þola pressuna og kunna keyra þeirinn áfram og líka reyna að vita hvernig þú stoppa, sko, svo meðist ekki. En samt skilur að geta pínti, skilur, þetta tekur á, maður er aumur í öllum vöðunum, maður er þreyttur og líka sér ferðalög, skilur, ég er að ferðast 2, 3, stundum 4 sinnum í mánuði, sko. Já. Og þetta tekur það líka á þannig að þetta er mikið andlegt líka, sko. Og þú ert náttúrulega, þrælvanur eftir, eins og í körfuboltanum, við vorum alltaf að tala um það hvað þið voru ótrúlegir hérna í akademíunni. Þið voru vaknaði klukkan, hvað var það, 6 á morgnana? Jú. Svo voruð allan daginn í skólanum og tóku einhverja 2 æfingar við daginn? Jú, það er mikið rétt, sko.
það agaði maður mikið til, sko. Ég held að það hjálpaði mjög mikið. Það var fyrir ykkur ægjana og Brynjar barði mann áfram á ungu árum. Maður var erfiður en hann barði mann áfram, sko. Já. Og þetta styrkti mann alveg helling, ég ekki frá því, sko. Þetta sé hjálpa mann mikið í dag, sko. Og þegar maður var oft alveg, sko, ég man til mörgum tímum þá var bara vissað að fara, sko, hafa enga orki neitt út af, maður bara búin að vera þremaæðingum, liftinæðingum, hlaupæðingum, svo, körfurslæðingum, maður var bara búin á því, sko. Já. Búin að skólanum verið allan daginn líka, sko. En þetta var gaman, sko, en þetta tók mikið á, sko, andlega og þetta var svona, þetta þroskaði mann helling, sko. Og það væntanlega hjálpaði þér upp á snerpu að gera að hafa grunn í körfunni og fleira? Algjörlega, sko, algjörlega, eins og það eina af mínu bestu greinum í dag. Allt svona hvað var á snerpu og hlaup og hlaup með eitthvað í höndunum eða bakinu eða hvort það maður hlaup með sandbók að draga eitthvað, allt þetta snerpu og ég yfirleitt langt bestur í því, sko. Já. En sá sem var sterkasti maður heims, hann var líka eða ekki með grunn í körfunni? Nei, sá sem vann í ár, hann heitir Sidruna Savikas. Já. Hann hefur unnið titilinn 4 sinnum og talinn sterkasti maður frá upphæði jarðar, sko. Hann hefur unnið alla titlina hægt að vinna. Hann hefur til dæmis unnið Arnold Classic 7 sinnum, það er stort mót og að tapa móti honum ekki skömm, sko. Nei. En sko, hann talinn bara strongest of all, sko. Já, en hann allt sem hann að vinna, sko. En hann ekki víkingur. Hann frá Litáen, sko, og hrikalegur, sko, en hann ekki íslensku víkingur, sko. Nei, nákvæmlega. Hafþór Júlíus Björnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við söknum því svartirna á Suðurlandinu. Já, bara takk sem við leiðir, aldrei veitar en maður kíkir nú oft á Suðurlandi, sko. Já. Og alltaf gaman að koma, sko, maður á góða minningar með þetta var gaman að það. Skemmtilegu tími. Mjög góð tími. Já. Hafþór Júlíus Björnsson, þakka kærlega fyrir og gangi þér allt í haginn. Takk sem við leiðis. Bestu þakkir. Blessaður. Já, Hafþór Júlíus Björnsson, alltaf flottur á því. Nóg að snúast í honum þessa dagana. Ferðast alveg svakalega mikið. Nú, staðan í leikjum kvöldsins í Pepsi-deild karla. Keflavík er konið 2-0, já, Keflavík sigraði Breiðablik 2-0. Stjarnan og Víking gerðu 0-0 jafntefli og staðan er 1-0 fyrir FH þegar kominn hálfleikur í þeimleik KR FH. Og þá Kristján Gauti Emilsson sem skoraði markið á 39. mínútu. Við ætlum að skella hérna náttúrulega Keflavíkurlag á stað. Það er breiðbandi á samt Púmasveitinni. Við ætlum á toppinn og það lítur allt út fyrir það þegar þeir byrja svona sumar. Staðan í Pepsi-deildinni er nú þannig að Keflavík er bara á toppnum. Þannig að við verðum að spila það lag hér á eftir. Það er framlíking í leik Queens Park Rangers og Wigan Athletic. Queens Park Rangers er 2-1 yfir. Það var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og Charlie Austin var að skora mark fyrir Queens Park Rangers á 97. mínútu og það eru 5 mínútur eftir að þessum leikana. Queens Park Rangers er kannski að fara að koma í úrvalsdeildina. Ég ætla að reyna að setja mig í samband núna í Mosesbæ en þar er mikill höfðingi formaður Taekwondo sambandsins Richard Smár.